Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að penningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og er sem fyrr umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn er unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitin að penningunum heldur líka úti vefsíðunni leip.is, það er leip.is. Þar er að finna myndbönd og ýmislegt fróðlegt fjármál einstaklinga sem ég hveti til að kynna þér. Viðmælendur mínir í dag eru að þessu sinni tveir. Það eru bræðurnir Gísli og Daníel Arnar Magnússonir. Velkomnir. Takk fyrir. Takk fyrir. Þeir bræður hafa áhugaverða sögu að segja en Gísli lenti í vítahring smálána og skyndilána sem hann safnaði meðan hann var í neyslu fíkniefna. Hann hefur náð vopnum sínum og gengur nú beinabrautina. Við ætlum að skoða hvernig maður vinnur sér tilbaka þegar maður hefur farið djúpt niður í fíkniefnaneyslu og lent í þessum vítahring. Daníel, bróðir Gísla, stökk bróðum sínum til varnar og fór ég að vinna með honum í að semja við kröfuhafa. Aftur, velkomnir. Takk fyrir. Gott að sjá ykkur. Við viljum kannski aðeins, þetta er stór og mikill inngangur. Við viljum kannski aðeins segja fólki hverjir þið er. Já, við erum tveir ólíkir bræður á svipuðum aldri reyndar, albræður. Já. Þannig að og þetta er svo sem lýst okkur þokkalega þetta, svona ekki? þessi, jú. Já. En við erum allavega svona, já, mér finnst við mjög ólíkir og svona vægast sagt. já. Og Þú ert í laganámi. já, og einmitt eins og ég ætla að koma þá fór ég í laganám og er bara að klára það núna, meistaranámið næsta ár. Já. Og á meðan Gísli kannski aðeins að fara svona erfiðari leið en á sama tíma kannski, hvað að segja, litríkari. Já. Áhugaverða sögur kannski. Já. Og þá komum við að þessu sko, þú Gísli, þú talar að, og við töluðum saman hérna að við erum sett upp niður að þú hafir svo tiltölulega snemma komist í kynni við vímuefni og fíkniefni. Já, þetta var í kringum, maður byrjaði svona stíga út af kannski svona 13-14 ára. Já. Og þá, þú veist, að byrjaði annars vegar bara með að prófa áfengi og gras. Já. Og í raun og veru svo bara eskalatist þetta svolítið. Hvernig þá? Hvernig fer þetta vaxandi? Þetta vex í raun og veru, maður er náttúrulega búin að vera rosalega hvatvís og svo, þú veist, ég hef alltaf verið rosalega hvatvís og ég hef rosalega mikið verið í kringum eldri hópa. Akkurat. Frá því ég var mjög ungur og þá er einhvern veginn líka normið þegar þú ert alltaf í eldri hópum og þú horfir ekkert að sjálfa þig lengur sem yngri í eldri hópum. Þú ert á sama aldri, það kemur að reynslu og upplifunum og svoleiðis. Já. Þannig að þú veist, þá einhvern veginn þegar þann, þú veist, sá aldurshópur er komin að þetta stiga þegar þeir eru byrjað að prófa eða að gera eitthvað svoleiðis, þá er það bara svona einhvern veginn venjan og maður hugsa, ok, þetta er náttúrulega bara, það er bara venjulegt að ég ger það líka, þótt að maður sé kannski 2-3 árum of ungur. Einmitt. Þannig að þú ert að taka þau skref með þeim. Já, í raun og veru, og svona aðeins og snemma. Já. Og kannski ekki komin með þroskan til þess að skilja hvort þetta er eitthvað skref sem maður kannski endilega þarf við að vill taka. En já, svo bara í raun og veru þá er þetta komið á það stig á þessum tímapunkti eftir kannski 2-3 ár að móða mín sem sagt þaldi bara að hún væri ekki með stjórn á mig lengur, þú veist, var komin í neyslu á harðari efnum. Já. Þú þá 15-16 ára eitthvað svo leiðis. Já. 15-16 ára og þá var ég, þú veist, þá var tekið svo ákvörðun að ég myndi vera sendur til Noregs til þess að búa með pappa mínum sem að vann í skóla úti. Já. Og svo gengur þetta einmitt svona vel í 1 ár eftir ég flytt út. Þá er ég bara, þú veist, dálítið að taka mig saman á þeim tíma og fæ svona önnur áhuga mál og bara nýtt umhverfi. En ég má, þú veist, skjóta inn í að þetta var rosalega erfitt tímabil þarna. Fyrir okkur báða? Já, fyrir okkur báða. Og ég man að sem sko, ef ég má segja aðstandandi, að þá var maður að upplifa þarna á okkur, þegar ég var svona 17 ára, að bróðir sinn væri orðin komin í einhverjum konar eiturlyf og ætti erfitt með þau og þyrfti að
fara einhvert annað frá manni, maður er alltaf búin að búa saman í þarna bara 17 ár og það að segja 15 ár þegar Gísli er 15 ára og þetta var rosalega erfitt og ég man að við sóttum okkur alveg hjálp bara á þessum tíma og þetta var alveg ótrúlega erfið dagur þegar við fórum upp á flugvöll og svona sendum hann út sko, ég man því það var alveg rosalega erfitt en hvernig leið þér þegar það bara jæja til Noregs? Þetta er svolítið, ég hef ekki hugsað mikið út í þessu spurningu sko, en ég man ekkert eftir þessu sem að hafa verið mikið svona, þú veist, ég man að ég hugsaði ekki út í þetta sem eitthvað svona final, svona að ég myndi bara vera úti og kæmi ekkert aftur heim. Ég man að ég hugsaði bara, ok, þetta er bara eitthvað svona tímabundið, maður fer út í eitthvað smá tíma og svo er ég bara, kem ég aftur. En ég var að sjálfsögðu mjög, þú veist, þetta var mjög mikið sjokk á sínu tíma því maður alltaf er í raun og veru á þessum aldri búin að byggja líka bara svona, þú veist, bara svona svolítið sitt líf. Akkurat. Og að vera bara, hafa ekkert með þessu ákvörðun að gera, bara á morgun þá bara ferð þú. Þannig að það var alveg bara þannig, það var ekki. Já, þetta var eiginlega þannig, já. Þú veist, maður fær ekki að tala við neitt eða hitta neitt eða bara þú fær bara svona dálítið tekin úr umferð, sko. Það var svolítið einangurinn og það var limit út af því að sko við byggum hann upp á lofti saman í sem sagt íbúðinni sem við byggum í og Gísli var svolítið að stelast upp á þak svona til að læðast út á nættina og fara að hitta vini sína og svona maður var orðinn skíthrættur sko bara eitthvað kemur fyrir og kannski í dag myndi maður alltaf fara að þessu allt öðruvísi maður hefði náttúrulega reynt að tækla þetta sko bara föstum tökum í dag heldur en að kannski íta vandamálinu bara burt því að við komumst það eins og seinna meir eins og við munum koma að vandamálið var eiturlyfin voru ekkert vandamálið það er alltaf eitthvað undirliggjandi og það var kannski svona það sem maður svona sér mest eftir en á þeim tíma þá var maður pínu svona hræddur og ráðalaus og líka 17 ára þannig það er ekki á það leggjandi að þeirra takast á við svona lag. En það er einmitt eins og ég var að segja, þú veist, þegar maður, þú veist, að því þetta var einmitt ekki eiturlyf, þetta var eitthvað sem ég var bara að díla við og þegar ég er búin að vera úti þótt að maður kannski breytir umhverf og þetta gengur vel í smá stund þá, þú veist, það er ekkert sem maður reysar, þú veist. Vandamálið er enn til staðar. Já, því ég var ekkert að vera meðvitað þá heldur. Þannig að þú veist, þá bara gekk þetta vel í 1 ár og svo er ég bara komin eiginlega aftur í sag, ég er í miklu eldri hópum og er að í raun og veru bara gera saman hlutin sko. og með ADHD sem við erum báðið sem greindi með þarna ég er 24 þegar ég er greindur og Gísli 22 Þeir eru greindir á svipuðum tíma? Já, við raun og veru, það var hvatti mig til að fara í greiningu eftir að Gísli var greindur og ég held hún hafi greint mig bara hún var sko hún var nánast búin að greina mig bara sko eftir bara svona 5 mínútur því að ég var alltaf tíman að nutta eitthvað stein og ég var einhvern veginn að tikka öll og ég hef aldrei einhvern veginn almennilega kipta að ég væri með ADHD sko af því að það fólk alveg trúið því ekki en það er líka, ég má koma því eða svona skjóta inn í með það er að þú veist á því ég man og ég veit þetta er líka með þig sko en þegar ég var í fyrsta bekk þá veit ég að það voru kennarar og umsjónarkennarar með þessi sem að hafi samband við mömmu þarna inn í tímabil og sagði bara þessi krakki þá bara fyrir greiningu þú veist, en það var svo mikið eitthvað svona fordómar gagnvart ADHD á þessum tíma að svona Hvað er þið gamli bara svona til að fólki setja til að ramma það inn í dag? Já, ég er sem sagt í dag 26, ég er 27 þessu ári 94 mótil ég er 24 Já, ok, já En já, þannig að það sást mjög snemma að það var eitthvað svona Já, en fyndna er sann sko að ég var snældu vitlaus sem krakki í skóla ég var sem sagt sko ég átti komin í pólóskirtu í raun og veri sko ég það voru miklu greinilegri einkenni á þér þegar við vorum yngri sko og sko ég átti sér borð hjá aðstofar skólastjórunum upp í Foldaskóla á sín tíma og ég er ekki að ljúga hún heit Kolbrún eða heiti Kolbrún hún man örugglega ennþá eftir mér í dag sko. Já, og ég man eftir Kolbrúnu, ég var í Foldaskóla Já, varst í Foldaskóla, já, emmi og litli heimur sko. emmi og hún var bara búin að setja borð þarna og þetta var svona einu skipti sem ég náði að læra eitthvað það var henni hjá aðstofar skólastjórunum
en á einhvern ótrúan hátt datt engum í hug að ég kannski þyrfti að fara í einhvers konar greiningu sko, því að þetta var og hélt áfram sko. Þannig en við langar líka að skjóta inn á að við sko búum þannig að við búum í Grafarvogi, ungi krakkar, svo flyttum við til Skotlands í 2 ár og flyttum svo aftur í Hafnarfjörð og þetta bjóð til svona ákveð sjálfstæði í okkur, að mér finnst. Já, ég saman. Að við bjuggum... Þeir eru byggur rótlausir. Já, einmitt. Sem einmitt skapar sko, maður þarf að vera allanga úti til að tengjast. Akkurat, og maður þarf svolítið tilbúin að tengjast alltaf nýju fólki og læra svolítið hlutina sjálfur fyrst mér, þú veist. Og það hafði að mínum að svona jákvæð og neikvæð áhrif, en fyrir mitt leyti bara ekki bara, en svona aðalega jákvæð. Já. Þetta byggir líka rosalega mikið, finnst mér, þú veist, hjá okkur, einmitt þess að varst að tala, þú veist, maður er með svona, maður er alltaf tilbúin til þess að tengjast það þegar, þú veist, maður fær ekki svona, eins og kannski flestir sem aðalast upp og búa á sama stað og í sama umhverfi bara til 18 ára, þú veist, þú ert alltaf einhvern veginn svona, hvernig segir maður, þú veist, þú ert alltaf svona, já, kannski bara best, þú veist, bara þú ert alltaf tilbúin til að tengjast, tilbúin til að læra, þú veist, þú ert meira opinn. Alltaf nýji gæinn. Já, akkurat. Alltaf nýji gæinn og, þú veist, já, og þetta byggir svolítið sjálfstæði sem ég held að við höfum fundið rosalega mikið fyrir. Og þegar þú talar það, þegar þú kemur að til Noregs, þá áttu svona gott ár, það sem að þú ert ekki svona, kannski komin í þenn sama félagskap að þú varst í. En vandamálið sem við höfum rætt hérna er alltaf undirliggjandi til staðar, þannig að þú ert bara að þessu ári liðinu, þá ertu 17 ára, 18 ára. Já, ég er að vera 17 sér. Já, þá ertu bara komin aftur á hálan ís í rauninni. Já, en ég myndi segja að þetta er samt aldrei hægt að gera sko. Okay. Þetta byrjar hægt og svo svona fer þetta í gang einhvern veginn í sama hringinn. Þannig að ég myndi ekki segja að þetta væri bara svona leið, bara árið og svo bara... Nei. Þetta er meira svona, þetta byrjar hægt en svo er þetta alltaf á leiðinu á sama stað. Þannig að svona, já, þú veist, ég man að ég var komin í svona nákvæmlega sama pakka og jafn djúpt niður svona eftir 1,5 ár. En hvernig var þetta þegar út í Noregi, Gísli? Því ég er að muna sjálfur, þegar þú kemur, þú byrjar að vinna á einum ákveðnum stað, þarna einhverju verksmiðju. Já. Svo hættur þar, þá byrja þetta ef ég man rétt, var það ekki? Þá einhvern veginn... Jú, þetta var smá saman byrjað, sko, því ég lendi í, náttúrulega ég greindi með mígreni, eða svona krónískt mígreni, sem gerir það verkum að ég var mjög erfitt með að halda í svona 8-5 vinnu, af því að þú veist, ég fæ stundum bara viku sem að ég er kannski með mígreni þrisvar viku bara þegar ég vakna mótana. Þú bara átt. Já, bara átt í 2-3 tíma. Já. Og sem betur verið með meðferð fyrir því í dag, en þú veist, þá var bara ekki neitt sko. Þannig að ég svona byrjaði að svona hægt og rólega að missa tökin á vinnunni sem ég var í. Þú veist, ég var í námi, smíðanámi og var að vinna fyrir verksmiðjan úti og svona það pluss að ég var svona alltaf svona ítast meira og meira út í ruglið. Já. Þetta svona var góð blanda fyrir mig bara, þú veist, þannig að ég bara sklíði alveg út af vinnunni sko. En varstu laus við ruglið þarna á einhverju tímamóti? Eða hvernig náður þú að slíta það alveg frá því? Í byrjun, já. Í byrjun þegar ég kom út. Þá náði ég svona áttum smá, en það var enginn í kringum mig sem vissi í raun og veru hvað ég var að díla við. Akkurat. Þannig að, þú veist, ég kannski náði smá að hafa stjórn á þessu, en þarna hefði ég klárlega þurft meiri hjálp og meðhöndlun, þú veist, sem að kannski bara, meiri segja, ég sjálfur var ekkert með mig þurfti þá, sko. Og þú hættir þarna eða ekki einmitt út af þessu? Í vinnunni? Já. Jú, það var, þú veist, þetta var svona blanda, þú veist, þetta var mígreni sem var að hrjá mig og ég var að fá erfiðleika frá vinnunni af því, þú veist, þú þarf náttúrulega að mæta, skilur. Já, hjálpar. Það hjálpar, og þú veist, þegar þú ert, þú veist, og svo er líka ekkert gaman þegar þú ert alltaf gæinn, af því að þú veist, á einhverju tímapunkti þá kemur símtali bara, ert í alvöru með mígreni? Já, einmitt. Þú veist, ertu með mígreni eða viltu bara sofa aðeins lengur í dag? Já, akkurat. Og ég var að hugsa það. Já, nákvæmlega. Þótt ég hefði hort á hann vera með mígreni, en maður bara einhvern veginn, þú veist. En það er bara máist að því þetta er svona ósýnilega hlutur sko, og maður þarf svona svolítið að díla við
bara eins og bara hver annar höfuðverkur en bara kannski aðeins verri þá, þú veist, auðvitað upplýði ég rosalega mikið það bara, fuck, mér langar ekki til þess að hringi í vinnuna núna en ég þarf samt að gera það og þú veist, og ég viss alveg þegar það var verið að tala um mig að bara svona, ok, þau ég ekki að kaupa það, ég sé með mígreni, þannig að þú veist, ég verð bara að lifa með því og mæta bara morgun með hausinn hátt, sko en já, þú veist, þannig að þetta skapaði svona svolítið mál fyrir mig og einmitt kannski svona ítti mér meira í þann hugsunar það því maður var, þú veist, komin í smá rugl og byrjar í svona neyslu þá aftur að maður hugsaði svona, ok, þetta er greinlega bara ekki fyrir mig bara 85 er ekki fyrir mig þannig að þá kannski ég bara betra að ég fókusi bara á þetta hitt, skilur til þess að kannski finna einhvern stabílan grunn þar, skilur af því að þú veist, það er þú veist, maður vildi alveg standa sig í vinnunni en eins og segi, það er leiðilegt að hringja kannski 3 í viku að maður mæti 3 tíma og sent út á hausa Já, og þá missuru flytur heiman eða ekki frá pappa? Jú, ég bara leið í raun og veru og ég átti rétt svo efna á því þá flyti ég mín eigin íbúð rétt eftir 17 aldur og finnst það bara svaðalega góð hugmynd Já, sem það var kannski ekki sem það var alls ekki, sko Nei. En ég fór já, ég flytti fyrst inn í íbúð og reyndi svona að láta það ganga og mér minnir að þú veist þetta voru svona upp og niður, gekk stundum vel, gekk stundum illa en svona overall þá bara var ég þú veist bara þegar ég hugsa tilbaka var ég náttúrulega alls ekki tilbúinn og var bara að díla svo ógeðslega mikið sem ég veit í dag sem að bara þú veist þetta hefði aldrei endað vel hvort þið Akkurat Þannig að Ég man eftir ef ég bara svona lýsi minni upplifuna þessu, ég var stundum að fljúga út Þú fórst út? Já, ég var að fljúga mikið út og hitta bæði pappa og Gísla og það var oft alveg hrikalega erfitt maður var oft, þú veist, að sjá svona að ég kannski vissi hvað var að gerast en pappi vissi það kannski ekki þú veist, sem að bjóða honum sko á sínum tíma þannig að ég var kannski svolítið að þurfa að fara og ljúga að honum hvað var að gerast fara sér og fylgjast með þessu og hvernig einu reyna að stappa í hans stálið sko að standa sig eitthvað og reyna að komast upp úr þessu og það var oft mjög erfitt ég leiði alltaf bíl sko, það var svolítið keistla þarna frá Stavanger í Noregi og ég man að ég alveg skældi og leiðinni tilbaka sko oft eftir þessar ferðir sko og þetta var bara alveg, tók alveg ríkalega á sko Ég get ímyndað mér þetta hafi verið rosalega erfitt Þetta var það sko og maður var kannski að fylgjast með þú veist, bróðið sínum sko bara sem maður kannski fattaði ekki alveg sjálfur sko Gísli fattaði kannski alveg sjálfur hvar hann var sko ég gæti séð þetta svona frá öðru sjónarhorni og ég gæti séð svona hvað ástandi var slæmt sko En það er einmitt djöfullin við þú veist, sérstaklega bara svona þú veist, þetta er náttúrulega sem maður þarf að díla við í dag þegar maður er edrú og maður skilur meira þú veist, sem er erfitt fyrir mjög marga en þú veist, maður þarf líka og eins og ég veit núna, þú veist, þegar maður er í þessu þú veist, þarna þegar ég er í neyslu og maður þú veist, maður heldur að maður sé með þetta sko. Þú veist, maður heldur að maður sé bara með alltaf hreinu og það er ekkert mál og bara allt gengur brjálæslega vel og þú veist, maður er svo blindi fyrir öllu sem maður gerir sjálfur sko. Þannig að þú veist, þarna hef ég til dæmis já, þú veist, á þessum tíma þú veist, þá var ég ekkert kannski full meðvitaður hvernig mín staða var og einmitt aðrir kringum kannski miklu meira sko. og var kannski einmitt líka svo við tökum fjármálliðina að eyða sko eyðslan var umfram innkomuna alveg bara svílít sko og Þetta er ekki ódýr lífstíl Nei, ég var bara með lúxusbíum á láni og var með þú veist, þetta var allt á láni skilur þú veist og maður var alltaf einhvern veginn bara svona maður horfði bara hlutina en þú veist bakvið þetta var náttúrulega bara fullt af pappisvinni í bankanum sem var að fara að grafa mann á endanum sko. Og það var líka Gísli sko fyndinn sko að hann er eins og það er eins og hann sé sko óhefnasti maður bara heimsins því að hann sko bara fær alveg flestur hraðasektir og allt bara sem ég get ímynda mér sko ég stundur bara hristi hausinn sko bara hvernig ferðu að þessu það sko 40.000 fyrir að gefa ekki stefnu í ljósa ringtorgi sko ég er maður sem lendi þessu sko og svo gleyma að greiða eitthvað sem hann hefði alveg getið greitt og bara safnar svona skuldum oft sko sem að hefði svo auðveldlega verið hægt að koma í veg fyrir sko
og það kannski svona þessi hvatvísi í honum sko, sem að kemur oft í baki á honum. Já, það alveg rétt sko. En svo þú veist, já, svo ef ég reyna að hugsa sko svona heimleiðina, eða þú veist, ég lenti alveg á nokkrum botnum úti. Okay. Og bjóst í bílnum mann, ég veit það ekki? Jú, það var reyndar alveg hræðilegt ástand sko. Það var tímabil þar sem ég var með sko, ég var nefnilega, ég átti svona rottweiler tík sko. Já. Og sem var alveg bara, þú tekið alveg stereotypist að pakka bara rottweiler og BMW og Nei sko, ef maður hugsar út í það núna, þá leiti þetta alveg þannig út sko, en á sínum tíma þannig að það var ekkert skrítið að bróðum var bara hvað að gerast. en þú veist, mín hugsun með þessu þá, þú veist, ég bara elska rottweiler, mér finnst það bara geggjar hundar og þú veist, þetta er bara svo draumur en ég líka hef alltaf verið bara sem er alveg sama hvernig svona ímyndunum mín hjá öðrum, þú veist, mér langar bara til þess að gera þetta og þá bara ger ég þetta. Og útlitsmunum á okkur og svona, þú borið okkur saman hana. Já, maður horfir á okkur, það er annað svona, já, maður fær sér hvort væpi frá þetta. Já, en það þú veist, hann ég náði til með spottið þegar ég var með 2 hundum í bíl að búa í 2 vikur, sko. Já. Og borgaði bara matinn fyrir þá og ekki fyrir mig, sko. Þú veist, það var ákveðin botn á sínu tíma, sko. Og það voru svona nokkri botnar sem að þurfti að lenda í einmitt áður en að ég svo kem heim. Já, og það var einhverju pínu sko, þú varst ekkert á leiðinni heim og við sem sagt ákveðum, ég og amma að sem sagt afi okkar deyr, maðurinn hennar úr Alzheimer, búin að vera veikur lengi og við ákveðum þarna að þetta væri tímapunkturinn sem að við reynum að ná Gísla heim og amma pantar bara flug fyrir hann bara one way og við tölum oft það sko, þetta var einhverju afi sko, hann var alveg gattur hún ekki tjásið að neitt en hann átt að sjá því hann þurfti að gera eitthvað í málunum sko, við ræðum þetta oft ég og amma, þetta hafi verið hann svona síðasta góðverk. Já, ég raunur það er svona lán í óláni sko, þannig lagað að hann hafi sótt Gísla, ef svo má segja. Þannig það plottað í kringum að fá þig heim. Já. Varst þú, þegar þú horfið tilbaka, varstu tilbúinn að koma heim? Í það sem svo kom í ljósa beðin? Já, algjörlega. Þú veist, þetta var algjörlega rétti tímapunktur fyrir mig að koma heim. Af því að ég, þú veist, jafnvel þó að, þú veist, ég kannski, þú veist, þegar ég þegar ég kem heim hann á 2017 þá myndi ég algjörlega segja að ég var tilbúinn en líka bara, þú veist, ég var svo gjörsamlega farin á þessum tímapunkti að þetta var alveg líka nauðsynlegt bara til þess að þú veist, til þess að vera þessum stað sem ég er í dag af því að hefði ég, þú veist, þetta er nefnilega málið, þetta er svolítið skrítið sko, því ég hugsa svona, hefði þetta gerst 1 ári seinna hvað hefði þá þurft langan tíma, skilur hvað hefði þá gerst þessu 1 ári, hvað hefði þá þurft langan tíma fyrir mig að komast á svona stað þann stað sem það ert á í dag já. Þannig að þú veist, ég held að þetta hafi verið bara rétt tímapunktur algjörlega sko. Og varst ekkert á því á þeim tíma endilega að koma heim en svona, ég var svona búin að suða í þér nógu lengi og svona reyna ná þér heim þannig að það loksins svona gekk að halda honum sko. Og eins og þau bara að tala hérna áðan sko, þú varst ekki að fara að koma heim, þú varst bara að koma í jarðarför og ætlaði að fara út aftur. Algjörlega, ég svona hugsaði, þú veist, ég var ekkert í þeim hugsunum að ég ætlaði að koma heim og bara búa hérna. Nei. Ég bara hugsaði, ok, þú veist, ég ætla, þú veist, fara í jarðarför og svo hugsaði ég bara, ég myndi vera komin aftur í 2 vikur bara. Akkurat. Og gerði ráð fyrir því þannig séð, sko, þú veist, ekki það að ég var með neina, þú veist, neitt svona hvað segir maður, þú veist, það var ekkert ógert úti, það var ekkert sem ég þurfti, ekkert sem að teygði í mig aftur. Nei. En á sama tíma þá var ég ekki búin að gera ráð fyrir því að ég myndi festast hérna aftur sko. Þannig að líf þitt var í rauninni bara í Noregi. Já. Þannig að ég, þú veist, og þetta var svolítið lúmst sko, af því að ég náttúrulega kem heim og þú veist, svo náttúrulega jarðarförin og allt í kringu það og en svo eru svona litli hlutir sem ég kannski tók ekki eftir á þeim tíma, þú veist, svo var það minni með amma sem var svona, kannski prófa að kíkja í þessa vinnu, prófa að sjá, þú veist, hvað ef þú ert hérna í, bara þótt að vera ekki nema 1 eða 2 mánuðir og bara vinnur aðeins og núllstillið aðeins.
og svo einhvern veginn bara svona já, þú veist, ég sé, já, það er bara fín hugmynd, prófum það og þú veist, svo bara hægt og rólega það bara byrja maður að vera meira og meira meðvitaður hvar maður er staddur sko, og hvað maður þarf að gera í hlutunum og þetta svona byrjar svona, þarna byrjar svona eitthvað í hausnum á mér að skrúast, bara svona ok, það er eitthvað hérna og þú þarft aðeins að taka þér rólega og svona sjá í kringu þig sko. Já, og þannig byrjaði tímabil líka samt sko, kemur heim og nær þannig góð sumri við mann rétt og hérna svo byrjar þetta aftur og þú fer að hitta gamla vini úr Hafnarfirði sem þú hafði verið í samskipti við áður en á fluttir út, það er ekki rétt hjá mér? Jú, eða veist, málega ég hef alltaf verið rosalega einangraður. Já. Og ég í raun og veru er líka, þú veist, stoltur af það í dag af því að, þú veist, þessi vinir sem að maður, þú veist, byrjaði að hafa samskipti við aftur, þú veist, þeir eru líka mjög góðan stað í dag. Og mér sem er mikilvægt að taka það fram. Gaman að heyra. Já, þetta eru, og það er algjörlega eitthvað sem að, þú veist, mér finnst verða að taka fram af því að, þú veist, þeir eru búin að vinna mjög mikið í sínum máli líka, sko. Og alveg bara topp fólk, sko. En ég fer sem sagt, þegar ég komin heim og lendi svo aftur smá í því eftir á, eftir þetta sumar minnum mig, einmitt, þá sko, þú veist, þetta er ekki sami botn var úti, þetta er svona meira bara þarna er ég byrjar að vinna í mínum málum og það er erfitt bara eins og fyrir allir sem hlusta og eru kannski hafa verið í neyslu, eru í neyslu og eru að vinna í sínum málum, þetta er erfitt og þetta er ekkit alltaf augljóst, maður þarf stundum að þú veist, tekur tíma, maður þarf að vinna í hlutum, maður þarf að byggja, þú veist, eitthvað sem maður, þú veist, bríð sem maður er búin að brenna eða eitthvað skilur og þetta er bara rosalega mikið og ég svona misti maður aðeins á tíma. Hrasaðir. Já, ég hrasaði þarna nokkur sinnum bara, þú veist, í þessu prósessi, sko. Og fyrir einhvern sem hefur ekki verið í neyslu, það er kannski, það er rosalega auðvelt að sitja upp á þeirri hæð og hugsa bara, akkur er þetta hrasa, akkur getur ekki bara staðið upp, en þannig að þegar, skil ég þér rétt að þegar neyslunni sleppir og þegar hausinn að fer svona að koma tilbaka og þú veist, þokan fer, þá kemur sásveiki og tilfinningar og vanlíðan sem algjörlega, sko. Fólk verður líka átt að segja á því að á bakvið neyslu, við erum öll bara með við erum öll með eitthvað sem við þurfum að díla við og við erum öll með okkar coping svona mekanism. Sumir vilja bara fá sér 2 kalda áður en þeir halda ykkur að ræðu og það er svona þeirra coping mekanism á það stress. Sumir þurfa bara að fá sér kókaín eða eitthvað, eða skilur við erum öll með einhvers konar mekanism fyrir kvíðanum okkar eða vanlíðan og í þessu tilfelli sem við höfum talað þá voru þarna ákveðin atriði sem að Gísli þurfti að vinna úr og höfðu verið að hrjá hann öll þessi ár og þannig að þú veist, það er svona fyrir svona, þegar ég heyri svona fordóma gagnvart fíkn og annað þú veist, fólk þarf svolítið að setja það í rétt samhengi. Akkurat. Að þannig eru bara einstaklingar að kópa við eitthvað og þetta var þannig og ég man að endanlegur botn sem ég man eftir hérna heima þegar við loksins bara mér fannst lífið byrja eftir það moment var þegar ég fæði símtal þá er Gísli ég er alveg í próf þetta er klukkan 3 nótt eða eitthvað og ég fyrir próf morgun eftir og í eignarrétti og það er erfitt próf það var erfitt próf og Gísli hringir og er eitthvað skrítinn og vantarlega undir áhrifum en líður samt rosa illa ég er að heyra hann er svona pínu að eitthvað svona, þetta var svona smá ég má sletta cry for help sko, og ég var á leiðin í próf, ég var stressar á hann að vekja mig og svona herru, þú veist bara ég verða að heyri þér á morgun og svo klára ég prófið og þá er hann komin upp á geðdeild og sem sagt og lagður þar inn og það var svona okkur bóttur ég man að ég kem með Subway og ég man eitthvað annað fyrir þig sem ég hefði pantað mér sko ég var búin að panta Subway ég er með Subway já kemur það fyrir þú verið á N1 og Hringbraut já og
og þá svona það var eins og Gísli á sig að herri ok, bara þú veist nú dílu við nú tökum við þetta bara í gegn og hingaðu ekki lengra já og og það var líka einmitt svona fyrir mig líka ég var mjög það tók svona annars skipt sem að tók mjög vel á og reyndi mjög vel á en en mér varst mikið að ég myndi samt standa með honum og ég var ekkert eitthvað ég náði prófunu en mér gekk ekki vel ég var strángheðli 6 eða hvað þetta var 6-5 ég var ekki sáttur sko, ég fór og reyndi mér þess að reyndi að fá herra, það gekk ekki en ég ákvæmst þetta var ekkert honum að kenna við bara stöndum saman og við förum þarna síðan og tæklum þetta eins og á þessu tímabili hafði Gísli verið að safna þú getur sett betur frá því sko alls konar skuldum já, þetta var sko bara maður alltaf þegar ég var í gegnum bara ef ég reyna að einfalda þetta þá í gegnum allan það tíma þú ert ekkert í þeim hugsunarátti ég var alltaf í þeim hugsunarátti þegar ég var bara frá byrjun sem að kannski bæði plus og mínus mér alveg sama þótt ég skuldi ykkur banka ég vil bara ekki skuldi ykkur í Jónótu bæ að því að náttúrulega bara augljóslega þannig að ég safnaði á mig svo mikið af innheimtu og einhverju svona rugli og ég meina þegar ég var 18 þá náttúrulega bara ég má taka lán og ég 18 var ekkert að koma hugsunast þannig að maður náttúrulega bara maxar út það sem maður getur og það bara geggjað og eða þú veist náttúrulega ekki geggjað nei en alveg það kemur tilbaka sko í dag náttúrulega þannig að þú veist og ég var búinn að safna þarna alveg þú veist innheimtum og það voru tryggingar fyrir bílum og bara you name it ég var örugglega með einhver reikningar frá öllu sko. Já, þetta er mjög svo talaðum á bara svona óhefnasti maður einhvern veginn og með enga yfirsýn og þú veist það var einhverjir tryggingar ef að þú hefði komið til mín þá og sagt þegar þú skuldir 15 millir bara ok, make sense þú veist, eða 5, þú veist, ég var bara ekki með neina yfirsýn yfir neinu og það einmitt leiddi til þess sem ég er með þakklingur í dag því að þú veist Danni fór með mig bara, við fórum bara á tilumbarsmann skuldara fórum á fund, ég var frekar farin hann sko Þú var náttúrulega bara að jafna sig andlega og þú þurfti svona kannski bara að takast á við andlegu hliðina á sér og það er svolítið þannig að þegar þú ert að díla við það að takast á við andlegu hliðina þá ertu ekki tilbúin að fara í fjármálinni Nei, þau er svona kannski fara svolítið í aftursætið Já, og þau fara bara svolítið í forgörðum og en þau náttúrulega safnast upp á meðan vöxtum er alveg sama þóttu sérst að hitta sálfræðing þeir bara halda fram að koma Akkurat og og ég skil það mjög vel að fólk sé ekki tilbúið að það er bara of mikið þegar þú ert að takast á við svona vandamál og andlega hliðin á þér sem skiptir miklu meira máli eða þú spáir í því að þú sért bara heill andlega það er nógu erfitt að takast á við sko erfiða stöðu í fjármálum þegar maður er ekki að vinna sig út úr fíkn og út úr sko rótum fíknar og öllu því þannig að ég skil þetta mjög vel Akkurat og Gísli var búinn að fara amma var búinn að segja hann að fara til umboðsmanns skuldara og hann var búinn að fara og sagðist ekki skilja hvað þau voru að meina og kom svona ráðalaus heim og ég hugsaði herru, nú fer ég bara með hann bara herru, ég vil bara sjá þetta og bara tæklum þetta og ég fór bara með honum og við fengum bara svona yfirlit og ég veit núna að við fórum bara svona í fyrsta skrefið hjá þeim að sem sagt síðan ferðu í greiðslu í rauninni ráðgjöf Já, við fórum akkurat og við síðan fórum ekkert lengra vegna þess að ég kannski bara tók þetta að mér en og kannski skuldina voru ekki nógu mikið til að fara á næsta skref ég þekki það ekki en ég fór allavega með honum og við fengum bara að sjá þetta og þá gáttu við svona þú veist, ég var að segja við Gísla bara Gísli, bara þetta verður erfitt en þú veist, þú getur þetta við setjum þetta upp svona, ég bara sett upp í dæmi fyrir hann svo hann geti skilið bara eins auðveldlega og hægt bara þú ert að fara að greiða svona mánuði og
og svo gerum við þetta og svo þurfum kannski nær aðeins að auka tekjurnar þá getum við gert þetta og svo semjum við þetta og þetta og kannski 20 þessu já þegar þér Gísli að þú presenterað með svona herrið hér heildarskulda bara staflinn hvernig blasti það við þér? Þegar ég fór í fyrsta skipti já, var þetta algjört bara disconnect eða áttaður á því bara, þið sástu bara heyrðu þetta er svo mikið að ég man aldrei borga þetta vonleysi eða var þetta bara ok, dílum við þetta svona sko þegar ég fór þetta fyrst sko bara einn og var að reyna að díla eitthvað við þetta ég bara var að díla sem allt annað já, þannig að það var bara þetta var einhvern veginn bara svona nei, þetta var bara svona einhvern veginn þetta var náttúrulega hundleiðilegt og bætti á kvíða og stress og svona skiljur en líka bara þegar þið komið yfir ákveðnar upphæðir þá ertu bara svona ok þetta er ekki að fara að reddast að 1 mánuði þetta er ekki að fara að reddast að 2 mánuði þannig að af hverju ég þarf að gera hluti núna sem eru fyrir mér mikilvægri heldur en að þannig að ég skildi ekki, ég var ekki mjög svona ég kom ekki út fyrst þar bara ok, ég veit hvað er í gangi Nei. þannig að ég upplifði mjög mikið kannski vonleysi gagnvart þessum svona gagnvart þessum fjármál og vandamálum bara, ég hugsa bara ok, ég bara verð bara gjaldþrota, það er bara fínt og þú á þessum stað sem þú varst ef ég leyfi mér að draga það ályktun þú varst kannski ekki rosalega mikið að horfa fram í tíman Nei, alls ekki það var eitthvað svona tímaramminn þinn var frekar stuttur mjög stuttur, það er bara það er alveg rétt sko já. Þannig að þá hjálpa kannski að hafa svona aðeins ferkantari nálgun eins og þú svona talar hérna og já, ég er kannski svona hvað ég er þríhindu kannski, ég er ekki alveg ferkantari Nei, eins og segir sko, þú tekur skuldinnar, tekur peningana og breytur þetta upp bara svona leysum þetta, bita fyrir bita Akkurat. og það er kannski ferkantunum sem ég er að tala um það þessi svona nálgunin á þetta Já, ég er sammála því og ég man að þegar ég talaði við foreldra okkur sín tíma að þeim og fleiri þeir horfðu á þetta bara sem lausnin væri gjaldþrot bara og ég var að reyna að segja við nei, það er ekki lausnin og upphæðirnar kannski núna voru ekki það miklar svona kannski fyrir meðalmannin, ég veit það ekki en fyrir Gísla á þessum tíma við erum að tala um hann einhverjar 2-3 milljónir, ég veit það ekki manni nákvæmlega hvað það var eitthvað kring svona allt saman sko já. Og pluss eitthvað frá Noregi já, svo voru náttúrulega sektir sem ég þurfti líka að díla við fyrir utan innheimtu skuldir hérna heima og allt þetta það voru hlutir sem fylgdu mig frá Noregi sem ég þurfti líka inn á milli að reyna að greiða sem var frá það voru innheimtur þar líka frá bönkum og svona sko já. Og þetta er svo hægt að grípa fram í fyrir ykkur þetta er einhverju leiti líka smálánafyrirtæki er það ekki? Það er Jú, það kannski svona var eitt af svona verstu vandamálum eða svona kannski að því að það sem að byggðist það sem að var svona leiðilegustu hvað segir maður svona leiðilegustu reikningarnir eða innheimtan eða skuldirnar sem ég þurfti að díla við þarna þá voru smálánaskuldirnar af því að þetta er svo bilað að ég var kannski á maður var kannski á okkur bara eftir miðnætt á laugardegi og maður getur bara senda SMS og það er bara 20 skall og svo getur maður bara gert þetta aftur ég var kannski bara ekki með pening og bara ég mér ákvæmst að fara að tjáma þannig að maður sendir bara SMS maður kannski undir einhverjum áhrifum þetta er svo klikkað einfalt og þarna ertu svo maður er einhvern veginn svo þetta er bara svo freistandi maður er kannski bara undir áhrifum og maður hugsa mér vantar 20 skall, það er ok, sendið það SMS það er að komið, og svo kannski daginn eftir mannst ekki og sendið 3 SMS og þá er það kannski komið 60 sem þú skuldar fyrir kvöldið og þetta er svona og þetta allt byggði upp á sig svo mikið og svo í heildar þegar ég fór þegar við vorum að skoða heildar upphæðina eftir á það var búið að þrefalda allt eða eitthvað bara rugl sko já, þetta var Gísli fekk greitt 300.000 320 eitthvað, ég man ekki 300 frá smálánafyrirtæki þangarlega köttuð á hann sko já. Og og það tvöfaldaðist eða þrefaldaðist já. í vöxtum og innheimtu og bara já. Sko þessi ef mér minnir rétt þá var þessi 300 skall á bara einhverjum mjög fá mánuðum komin upp í réttindi milljón já, ég man þegar ég sá þetta hjá umboðsmanninu sko þá leitið þetta svo dýll út en
en ég man líka eftir það voru náttúrulega fleiri lánandi, þetta voru eins og við talaðum skatturinn var að skuldar eitthvað í skattinum og svo voru sektir og fullt öðru og ég man að einn daginn þá bara dró ég bara bankaði hjá Ísla og bara herru jæja, nú förum við og keyrum út allan bæ og semjum annarkvort að búin til einhvern greiðslusamning eða semjum skuldina og við keyrum út allan bæ og klárum það svona vissu leyti. Það var ákveðin lífsreynsla sá dagur keyra og græja það allt, en það var mjög mikið léttir man ég eftir að klára það, en þá voru svona þessi skyndilán eða smálán þau voru svona ljótust, ég má segja. Já, vextirnir á þeim voru svona ljótustu sko. Og að díla við sjálft innumti fyrirtæki það var held ég svona leiðilega sko, því að svo líka upplifði það og auðvitað voru náttúrulega fleiri, það voru fleiri skuldir sem var að díla við en þetta til dæmis bara alveg innum það, þegar ég var að innumti fyrirtæki sem að rukkar smálunni. Og ég, þegar ég var þarna að reyna að verða edrú fyrst og fremst, svo var ég þarna í sálfræðimeðferð og ég, þetta var alveg margir mánuðir þar sem ég einangraði mig bara og gerði þetta bara svolítið bara eins og við vorum eins og við nefndum að ég svona tók svolítið vóg meðferðina bara sjálfur. Já, það var einmitt þín leið til leið að því að hreinsa þau upp bara. Þú lokaði þér bara sjálfur inni. Ég lokaði mig bara svolítið mikið sjálfur inni, bara einangraði mig, bara félagslífið mitt fór bara í rosalega lítið, ég bara einangraði mig rosalega mikið og rosalega lengi. Og mjög góð sálfræðing líka, man ég? Já, mjög góð. Það var Trausti Valsson, ef maður minnir rétt, það í Hafnarfirði. Hann hjálpaði mér rosalega mikið og hann fekk mína svona fyrstu, fekk greiningarna mína þar. Þarna ég greindi með ADHD 22 ára og þarna í raun og veru, þetta var bara svona tímabil sem ég að vinna í sjálfum mér og að vinna úr þessum rótum. En á sama tíma þá ég að fá e-mail frá mér nefndu og ég að fá símtöl að það sé vextir að bætast að þetta og það sé vextir að bætast að þetta og svona, þetta ekki beint eitthvað sem að svona Þetta hjálpar ekki. Þetta hjálpar ekki sko. Þetta hindrar alltaf mikið þegar maður að díla við þessa rót sko. Þá hindrar þetta mjög mikið svona progressi stundum sko. Og gefur manni kannski svona, maður kannski búin að hafa góðan dag, maður búin að vera að gera það sem maður að gera, ég var að byrja í ræktin á fullu, svona sjá sjálf á mig og mataræði, you name it og svo kannski allt í einu fann maður eitt símtal og maður skuldur óslega mikið og maður þarf að fara að mæta okkur samningafund og þetta bara allt í fokki og þetta kannski bara stútar vikunni fyrir manni eftir einhvern góðan tíma sko. Og rífur þið niður. Já, algjörlega sko. Já, ég mitt svona þetta leiti sem við förum hana til umboðsmanns skuldara sem að var mjög fínt og ég get alveg hrósa þeim fyrir þá þjónustu sem þið veittu okkur að minnsta kosti að þá gátum við svona fengið þessa yfirsýn sem að mig vantaði líka til að reyna að hjálpa þér og svo fer ég að því ég er náttúrulega í laganámi að fer að kynna mér hvernig þetta virkar og svona og það er margt sem að kemst að og lærir og eins og bara eins og það að Gísli er í miklu betri samningsstöðu og bara allir sem eru í þessum vandræðum þeir eru miklu betri samningsstöðu en halda fólk heldur að það sé fast á botninum og það sé hægt að tuskast með þau pínu bara eins og ykkur að tusku og en það er nefnilega ekkert alveg þannig vegna þess að eins og þetta smálána fyrirtæki þau eru með alveg himinháa vexti og það er ekkert ástæðulausu það er náttúrulega vegna þess að þau eru að lána fólki sem er minni máttar eða allavega mjög svona vulnerable stöð eins og þetta það er kannski þú getur verið hver sem er á hvaða stað sem er þú bara senda SMS þótt að sé bara klukkan 5 á nóttu einmitt og við setjum svona í samingi húsnæðislánin okkar eru mjög vaxtalág eins og þau eiga að vera frekar low risk fyrir lánveitandan og á meðan að smálána fyrirtæki er að lána einhverjum sem að það hefur ekkert veð í neitt eða neitt svoleiðis það er erfitt að fá húsnæðislán á barnum klukkan 3 nótt það er hægt að panta greiðslumat þú getur keypt greiðslumat hvernig sem er gegnum síma en þú klárar ekki bara má ég fá húsnæðislán takk akkurat mér vantar bjór
þannig að þeir þurfa að setja þessa vexti vegna þess að þeir vita að viðkomandi er peningalítill og þar kemur upp svo staða að viðkomandi hefur alltaf það spil í hendinni að geta sagt ég á ekki neitt eins og Gísli, ég tek hann bara svo dæmi á ekki neitt, ég meina þeir getur farið að kannski reyna að ná í eitthvað boxpúða sem hann á eða eitthvað svoleiðis bara þú veist ég reyna að lýsa þú veist hann á ekki neitt og gjaldþrot þýðir bara að þú fær ekki neitt og það er ákveðið sko leverage sérstaklega fyrir einhvern sem er í akkurat þessari stöð akkurat og Gísli veitti mér bara sín tíma umboð og ég það var mjög auðvelt fyrir mig að því ég náttúrulega bara þetta er náttúrulega bara bróðir manns sem maður elskar og bara fjölskylda og þannig að ég gat alveg bara hnakkrifist við alla skilurðu bara með bara að reyna að semja og Gæti þessi æfingu í lögfræði þarna? Já, þetta var það sko, alveg klárlega og okkur tókst að semja alveg rosalega margt og þar á meðalið mitt þessi smálán ég held að Gísli að venda á borga ég var að taka saman eitthvað 350.000 og hann af skuld sem var upp undir 1 milljón já sko, já, hann fær útgreitt eða útborga frá smálánfyrirtæki 300.000 ég skil það er í vanskilum alveg í nokkur ár og hann endur á að greiða samtals 350 þannig að við vorum mjög sáttir með þá niðurstöðu en ég gleymi þetta aldrei að því þegar ég var að vinna í þessu að mér langaði ekki að borga mér langaði ekki að klára þetta vegna þess að og mér fannst ég á að tapa þótt að þú veist þegar ég tók þetta saman þá hljómar þetta svo vel vegna þess að þessi starfsemi er bara hún er svo ljót Finnst þér og ykkur að þessari starfsemi ætti að vera settar þrengri skorður? Já, bara auðvildast að já held ég sem ég hef sagt sko og en þeir eru að vissuleiti hættir eiginlega þetta fyrirtæki sem að Gísli var í viðskipti en þetta innheimtu fyrirtæki er náttúrulega ennþá í fullu fjöri að rukka fólk sem að skuldar þessi lán sko Þetta auðvelda aðgengi að peningum á tímum þegar þú hefði kannski peningar voru ekki að fara að gagnast þinni allavega ekki það sem þú átt að gera heldur að þú hefðir einhverju leiti ekki gert einhverju hluti ef þú hefði bara ekki haft aðgang á peningum eða hefur bara orðið út um peningana öðruvísi Það er góð spurning sko ég held að í mínu tilfelli þá oftar en ekki hefði þetta verið betra að ekki fá láni þú veist og þá tala ég bara fyrir sjálf og mér örgulega annað fólk sem myndi kannski svara að það bara redda peningur sama hvað en í mínu tilfelli já þá held ég að hefði þetta ekki verið svona ótrúlega aðgengilegt og easy sko þá hefði það örgulega verið pluss fyrir mig sko kannski bara bæti við þetta sem vorum að tala var þetta sett þrengri skorður innheimtu fyrirtækin á að vera settar þrengri skorður á mínum mati ekki sko jú auðvitað smálánafyrirtæki líka en þetta innheimtu fyrirtæki fær að starfa nánast óáreitt sko fyrir utan bara umfyllun í fjölmiðlum sko þannig að ég myndi segja að það var eitthvað sem að löggjafinn ætti að skoða til framtíðar Þannig að Daniel, þú hefur svolítið verið verndarengil yfir bróðuðinum í gegnum þetta allt saman Já, svona að vissu leiti sko mér langar samt ekki einhvern veginn að taka eitthvað þanniglega kreatífara vegna þess að ég þurfti ekki að vera sko í skurðinum að moka eða skilur ég þurfti ekki að vera blankur alla mánuði að vinna í mér sko Þú gæst alltaf komið inn í þetta á þínu forsendum Já að einhver vissu marki einmitt En það er líka mjög, þú veist ég er rosalega þakkláttur fyrir þann stuðninga því þetta er líka hlutir sem að ég bara hef ekki nógu mikið menntun ég hef ekki nógu mikið menntun eða reynslu á hlutum eins og með þú veist fjármál og allt þetta þannig að ég er rosalega þakkláttur fyrir þessa hjálp og stóra ástæður ég er á stað sem ég er í dag og á sama tíma þetta stóðnett sem að amma mín gaf mér þarna á þetta svona svigrum svona fjárhagslega svigrum þú veist ég bjó hjá henni og þú veist ekki að borga leigu skilur ekki að borga mat þú veist hún gaf mér þvílíkt svona
bara svona svigrúm á þessum tíma þegar þú lokar þig af. Já, algjörlega sko. Og bara svona í raun og veru hún svona manneskjan, eina af þeim sem svona hefur alltaf haft trú á því að ég mun þetta mun gerast og sýnt mér rosalega mikla þolinmæði bara svona ok, þú lagar bara þína hluti svo bara, ég skal styðja þig hérna með hann en náttúrulega bara með því leiti að hún náttúrulega, hún er svolítið þannig, hún er svolítið old school sko. Hún er svolítið þannig bara svona, þú þarf að gera vinnuna skilur, sem er mjög fínt og er algjörlega það sem að maður getur ekki búist meira en ég er rosalega þakklátur fyrir það að hún hafi gefið mér þetta svigrúm til þess að vinna mínu vinnu og vinni sjálfur mér sko. Hún misti aldrei trú á þér? Nei, svona... sem ég skil ekki Hafðir þú trú á þessu sjálfur? Ekkert alltaf sko. Nei. Alls ekki sko. Það voru oft á tíðum þá var maður bara svona hugsaði svolítið sjálfur sig sem lost case sko. Svona bara bara þetta var bara alltaf að fara að vera eitthvað vesen hvort sem það eru fjármál eða bara halda sér góðum þannig að það var ekkert alltaf sem að ég hafði mikla trú en auðvitað náttúrulega ég hef alltaf verið frekar andlega sterkur af því leitinu til að ég hef alltaf getið reiðið mig í gang alltaf getið stigið upp en ekkert framhjöð því komist að ég hef alveg misstíð með Rasar, maður hefur rasar en ég er rosalega þakkláttur bara fyrir ég held að örugglega bara amma mín er bara andlega sterkasta manneskja sem ég veit sko. Já, ég ætla segja það sama og ég verði líka varandi Gísla að þetta er örugglega svona í fyrstu árin núna frá því að við bara kynnumst sem börn sko, bara sem bræður í bara frá 2 ára aldri þetta er svona stabílasti tíminn finnst mér núna síðan að bara nokkuð tíma já, nei alveg tala bara 20 ár það þurfti bara einmitt að því það er með 2 ára munur á okkur að mér finnst það sko mér finnst það alltaf verið eitthvað svona pínu ég veit ekki hvernig orða áreiti í kringum Gísla eitthvað svoleiðis að mér hefur fundist stormur í kringu þig já, svolítið þannig sko að mér hefur fundist núna sko síðustu ára að veri bara einhvern veginn allt önnur og við erum líka bara búin að kynnast einhvern veginn allt öðruvísi og ég veit ekki hvort þú takir undir það sko, það er alltaf mín upplifun ég tek undir það sko, bara sérstaklega eftir ég held að við höfum frá mínu sjónarhorni sko, þá eiginlega svona kynntustu aftur sem bræður þegar ég er að reyna að rífa mig í gang út í Noregi sko, þegar við byrjum að hafa samskipti og ég er að byrja svona að vera opnari með minn lífstíl og hvað ég er að gera þarna úti góða árið innan gæsalappa í Noregi á þeim tíma nei. eftir það sko. Okay. Ég byrjaði svolítið að opna mig við hann sko svona þegar ég var í svolítið rugli úti sko þá byrjaði ég líka svona kannski að því að við vorum við höfum alltaf verið svo ólíkir þegar við vorum í uppvexti þegar við vorum að aðalast upp alveg bara ég myndi segja það að þegar ég var í kringum svona kannski 18-19 þá erum við í raun og veru að kynnast betur bara sem bræður af því að einhvern veginn ég er líka meira opnari bara með það sem ég er að díla við mín vandamál og allt þetta og ég finn fyrir miklum stuðning þarna sko og ég held að þetta hafi svona kannski byrjað þar sko því að ég meina bara við með því að alast upp út allt og búa á mörgum stöðum og aldrei festa rætunni staðar, þá erum við náttúrulega svolítið bara með þetta sjálfstæði byggt að kannski sumir í okkar sporum myndi þá vera ennþá nánari en það var ekki þannig fyrir okkur sko, þegar við vorum alast upp við vorum meira bara svona sjálfstæðir að gera sér þú varst miklu meira svona félagslega virkur sem krakki myndi ég segja og svona þannig sko en í dag þá í raun og veru erum við, ég held að við höfum aldrei verið svona eins nálægt svona stabilum stað eins og í dag og þeir eru kannski næst hvor öðrum í lífstíl núna ég myndi segja það sem hefur nokkuð tíma verið alveg klálega sko ég á dóttur og við eignumst börn á svipuðum tíma og fórum svona pínu saman í það Gísli, ég maður rétt eftir að Steinlísa dóttir mín fæðist þá hringi Gísli mig og
segir mér hann ég vona á einu sko Þetta kannski bara út í að þú varst búin að vera í svefnlausum mánuð eða eitthvað sko, ég man að svona vika áður en að ég sjálfur fékk fréttirnar og sjálfur vissi að ég var að fara að vera pappi þá man ég að ég að tala við þig og þú varst kannski búin að sofa í 1 mánuð eitthvað alveg bara drulluð og ég man að þú sagði mér já, býttu bara með þetta sko. Það er ekkert að flýta eignast bönn sko. Svo bara viku sem það fæ ég fréttirnar ég bara, já, herði, ég er að fara pappi líka, þannig að við þurfum ekki að nefna það. Einmitt. Þetta var svolítið þannig sko. En svona svo ég komi að því sko, að við urðum nánari og ég er alveg sammála því, en það var líka alveg oft sem að sko var bara, heyrðu, sko, nú get ég ekki meir sko, bara, þú veist, öll þessi skipti, þú veist, eins og ég talaði áður, maður er bara, situr við stýrið með tárin í augunum eða að koma på geðdeild og einhvern veginn bara, þú veist og þetta bitnaði á sko, ekki bara sjálfum mér heldur, þú veist þeim aðeins sem hafa verið í kringum mig á þeim tíma sko og maður var oft bara svona shit en svona ég hugsa tilbaka líka sko, Gísleifur ég var, þú veist sama hvað hefur komið að gerst á millivega, Gísleifur alveg sko æft á mig bara alveg brjálaðar í ykkur manju sko en við höfum alltaf geta bara það er eins og það gerist sko inn á vellinum en við tökum það ekki það verður ekki tekið utan vallar þannig að það gerist í hitta leiks svo erum við stígum að vellinum þá er bara eins og ekkert að við skorist og það verður alltaf verið þannig og ég kunna mjög mikið að meta það ég held að Gísli að vita það oft þegar hann er mist sig eitthvað svona hann veit að þú veist ég er ekkert að fara erfir það ekkert við nei, alls ekki sko þannig að það finnst mér líka einmitt svona góður kostur við okkur bræður sko. Að við, þú veist, erum ekkert að einmitt erfa við hvorn annan ef að ykkur mistígu sig eitthvað. Nei, það er dýrmætt. Já. Það er algjörlega í samanlega sko. Og það kom sér mjög vel í þessum fjármálum, myndi ég segja. Já. Þú veist, það er líka með mig, þú veist, því að það er einmitt sko að geta bara unnið saman í raun og veru. Þótt að maður kannski er með einhver rifrildi innan allar að geta samt svona í stóru myndinni unnið saman í hlutunum skipti máli það er rosalega dýrmætt sko en einmitt eins og ég var að hugsa bara að því vorum að tala alltaf við eigum báðir börn núna þú veist talandi bara því að þú veist ég er að hugsa þú veist við fengum aldrei neitt svona fjárhagslegt uppeldi ekki sem við munum eftir allan Nei, það var aldrei talað neitt aldrei neitt svona, þú veist, ég meina ég myndi alveg segja, þú veist, að við vorum alveg ágætir við fengum það sem við þurftum þegar við vorum börn en engin skortur eða neitt svoleiðis Nei, ég myndi ekki segja það en á sama tíma, við vorum ekki í neinu merkjavörum eða neitt svoleiðis, skilur og en í dag, þú veist, það er svo skrítið þegar maður hugsa ok, þú veist, nú erum við dætur, já, þú veist, og við Hvað er það gamlar? Stelpa mín er núna að vera 2 ára í sumar Já, og dóttir mín er að vera 1 árs núna í maí Já. Og þú veist, en maður er að hugsa þú veist, hvaða fjárhagslega uppeldi vill maður sjálfur núna gefa börnunum, skilur Akkurat Þú veist, og einhvern veginn hvernig þetta skiptir miklu meira máli en kannski var að hugsa út í þegar við vorum alastu Og við höfum sko nú þegar held ég spara peningana betur fyrir þær heldur en nokkuð sko, þær eru bara á fyrsta árinu sínu komið með betri sko, þú veist, engangi lífið fjárhagslega heldur en ég Góð eiginfjárstaða hjá þeim núna Algjörlega sko Nettvörðið er mjög hátt með að vara fjölda Það er gott að heyra Já Þannig að það er allt í lagi að gera mistök og það er allt í lagi að gera fullt af mistökum en maður lærir það Akkurat maður tekur eitthvað út frá og miðlar eða mitt áfram og ég get alveg svo sem tekið þetta með uppeldi á okkur líka að þrátt fyrir á kannski ekki og ég veit ekkit almennilega fjárhagsstöðu foreldra okkur í dag kannski höfum einhvern veginn ekkit almennilega haft svona bein samskipti hvað það varðar en þau mega þá eiga það foreldra okkar að þau kendu okkur kannski svona að koma fram og mér veist ég hafa lært mikið bara svona þú veist sækjum vinnur og svona þetta allt það var kannski góð lærdómur hvað það var þar og en fjármálarliðin kannski var ábóðavant og ég hefði vilja fá betri svona
headstart hvað það var þar, en á sama tíma líka það sem þú tala grípinni með headstart, þú veist, ég held að þú sért sammála mér í því að þú veist, maður er ekki kannski að tala um einhverja peninga upphæð, nei, tala um upplýsingar, þekkingu og hvernig þetta virkar, hvernig þú þarft að eignast pening, eiga pening, spara, þú veist, allt þetta, þú veist, það er raun og veru eins og ég skil þetta með eins og bara headstart, skil. Já, ég er að tala um það einmitt, já. Og það er einmitt eitthvað sem við fókusum mjög mikið á í þessu. Akkurat. Og sko, hluta til ástæðan fyrir við vildum fá ykkar sögu, það er bara hvernig það getur farið í óefni þegar maður 18 ára fær bara hérna óendanlega aðgang að peningum. Eða upplifir það þannig. Algjörlega. Og sko ekki nóg með það heldur hérna út af því að við höfum rætt að við erum svona frekar sjálfstæðir eftir allt sem við gengið í gegnum að þá er ég hef alltaf haft rosa mikið hvatningu til þess að læra allt sjálfur og ef ég þekki eitthvað, ég veit ekki, skil ekki eitthvað þá einhvern veginn sökka ég mér í það bara svo ég viti hvað og þá við sko húsnæðislán, tryggingar og ég er búin að lesa einhvern veginn alla skilmála á öllum tryggingum sko, og ég nýt þess að einhvern veginn röfla einhverjum tryggingamiðlurum sko, og það var mjög góð þátturinn hjá okkur með honum Má Wolfgang Mixa, ég er búin að hlusta á hann allan 2 svar og það var mjög góð punkt sem var komið að sko, ekki þessi setting, ekki sko vera ástfangin af hlutabréfunum því að þau vera ekki ástfangin af þér og það á ekki bara við hlutabréf sko. Það á við í raun og rosa margt og það getur verið bíllinn það getur verið sko tryggingafélagið, símafélagið bara hvað sem er og sko ekki vera hræddur við að skipta eða semja við þessa aðila hrist upp í þessu svolítið akkurat og ég finnst bara að setja að núna í mars voru við semst að skipta tryggingafélag og síðan skipti ég aldrei yfir vegna þess að hitt félagið sko bauð síðan lægra mattsaði bóð og ég er alveg tilbúin að skipta tryggingafélag einu sinni í mánuði ef að lækka tryggingarnar og geri það og það sama við önnur fyrirtæki þannig að mér finnst það svona ágætis sparnar sko. En hvernig að því við komum inn á þetta þið takið þennan þú brýtur niður skuldirnar setur þetta upp í mánuði og vantarlega ár, þetta tekið tölvöld tíma að tækla þetta hvernig, þú takið þennan dag bíltúrinn mikla, hvernig stendur þetta í dag? Hvernig gengur þetta? Í dag gengur þetta mjög vel ég bara banki í borð því er mánuði frá því að vera algjörlega skuldlaus þannig að bara þetta hefur tekið ótrúlega langan tíma ótrúlega mikla vinnu ég hef ekki getað bara verið heima á mér maður verður að vera með tekjur maður verður að vera duglegur maður verður að harka mikið til þess að þetta er líka máli sem maður verður að taka auðvitað er þetta erfiðar aðstæður og þetta er erfitt fyrir fólk að vera í þessu en þú verður að taka ákveðna ábyrgð á þessu sjálfur þú verður að taka ákveðna ábyrgð á þessu sjálfur að því leytinu til að vera viljur til þess að laga þetta viljur til þess að vinna, til þess að harka því að jafnvel þó að þetta er kannski ekki allt þér að kenna og þetta er kannski kringumstæður og fullt af erfiðleikum og eitthvað svona sem þú kannski hefur einhver stjórn á þá samt sem áður er það engin nema þú sem getur fengið þína tekjur og unnið þína vinnu og þú þarft að leggja þetta mörkum og vera svolítið bara svona tilbúin til þess að gleypa stoltið í smá tíma og bara ég þarf bara að takmarka mig á með suma hluti, hvort sem það er eyðsla eða whatever, bara ég verð svolítið að vera bara ábyrgur því að þetta gengur fyrir og ég þarf að borga þetta niður eða eitthvað svoleiðis bara ég held að þetta sé svolítið samblanda af ég er rosalega heppinn finnst mér af því að þótt að ég hafi verið og til mig hafi verið duglegan og unnið þetta mikið niður ég fékk mikla aðstoð bæði frá bróðum mínum og ömmu minni bara með þetta stóðnættu svigrúm og allt þetta þannig að en á sama tíma þá ég þurfti að leggja inn vinnuna ég þurfti að reyna að borga þetta niður og þannig að það er einmitt sko ég var að gera skattframtalið fyrir Gísla og ég er svona einn af þessum hlúðum sko sem að finnst
ég hlakka til fyrir að 1. mars kemur ég get fara að grúska í skattframtalinu sko. Mér finnst það rosalega gaman. Mér finnst það skrítið. Mér finnst það gaman sko. Og ég hringi Gísla og ég eitthvað, þá sér maður alltaf skuldir og ég hringi hann að því að hann hefur alltaf látið eins og hann skuldi bara öllum allt. Hefur ekki þórað að eiga neitt og og þetta svona ákveðin bakpoki sem maður alltaf með og ég hringi hann og segi Gísli, þetta getur þetta staðist? Þetta bara ekki neitt. Þá bara eiginlega ekki neitt eftir og þetta bara núna þetta núna 1. mars já, 1. mars og ég segi bara, við getum bara klárað þetta 1. maí og Gísli bara, það var eins og ykkur hefði tekið á honum bakpoka. Ég var að segja, nú getum við bara nú getum við tekið skref og nú getum við farið að safna fyrir íbúð bara kannski sem verður komin bara eftir 2 ár kannski, 1-2 ár, ég veit ekki hvað langa tíma en Ég veist þetta kom mér mjög óvart þegar ég mann þegar hringdi í mig og sagði mér að við gætum bara klárað þetta allt núna. Ég bara eins og ég segi, ég hef alltaf verið í þessum hugsunar þetta svo mikið að ég hef aldrei eftir að ná í kringum þetta og ég þarf bara, minn hugsunar svo lengi núna hefur svo verið bara ég ætla bara harki í gegnum þetta svo bara sé ég hvað gerist. Þannig að fá þetta símtal bara svona þetta bara búið, það bara Okay. Og jáfnvel eftir allt þetta ferðalega og allar sem vinna og allt svona þá varstu ennþá á þeim stað bara fyrir mánuði að halda bara að þetta verður bara svona eilu algjörlega bara þetta var búið að vera svo lengi bara svona andlegt hjá mér að bara af því að ég sá aldrei neitt enda á þessu að bara ég var bara búin að setja mig það að eiga bara aldrei neitt af því að það myndi þá alltaf vera bara einhver innheimtufyrirtæki eitthvað sem bara gengur í eignina mínar að því ég var bara alltaf einhvern veginn maður alltaf með einhvern á bakinu, þennan bakpoka og ekkert á baku það heldur bara í hausnum á þér því maður náttúrulega ef maður nógu lengi í einhverju umhverfi og gerjast nógu lengi á einhverjum stað þá fer það bara að verða normið þannig að jafnvel þótt að aðstæður þínar hafi breyst mjög mikið að þá hugsunarhátturinn ennþá bara einhver sem á flótta undan fortíðinni algjörlega akkurat þetta magnað og hvernig þú talar að bara geta spara fyrir íbúð og geta eignarhluti ertu skipulega bara að leggja til hliðar og koma þér á betri stað eða bara skuldarniðurgreiðslan að klárast og svo ætlið að finna út úr hvernig þið haldið áfram ég var að skrá hann í séreignarsparnað þannig að við erum konið þangað ég vil ekki með það núna þetta svolítið svona ný byrjun og þetta svona nýtt þetta bara algjörlega svona nýtt fyrir mér allt saman. Þetta alltaf annað leikur, það fara úr handbolta yfir í körfubolta. Þetta virkar svolítið þannig á mig, Ég er svona svolítið að Þetta fikraði áfram í þessu og ég er svona aðeins að hjálpa honum, ég er svona eins og segis skráðan í séreignarsparnað og Brilliant dæmi, nota ég er alveg klálega og jafnvel þótt maður sé ekki saman fyrir húsnæði. Ég byrja nú í því bara alveg óvart svo bara þegar ég var að kaupa mér íbúð átti ég bara fullt af pening til að setja þar upp og tók bara fyrir hendunar og Gísla og skráði hann bara í þetta sjálfur sem er mjög fínt ég er svolítið að þetta er svolítið nýtt allt svona ráðlegið mig mjög mikið við Daniel hvað er sniðugt og hvað maður á að gera og einmitt með sjóði og svona hvað er sniðugt að leggja til hliðar og allt þetta og ég er svona í því ferli núna að komast í hann hugsunar átt það sem ég er búin að vera að borga mánuði í hitt og þetta það er engin lífstílsbreyting fyrir mig núna ef ég svo bara tek þessar upphæðir og þær fara eitthvað annað þannig að og greiði þér þær bara það er einmitt máli framtíðagísli er bara að fá fullt af penningum nákvæmlega ég er bara fjárfest í sjálfum ég er ekki lengur að borga eitthvað innhentu eða vexti eða eitthvað þannig að núna kemur þetta allt aftur tilbaka á endanum og hvernig tilfinning er þetta að vera að horfa fram á veginn með þetta? Þetta er mjög góð tilfinning og ég finn fyrir því núna að ég hef miklu fyrir möguleika og ég er miklu jákvæðari með það að geta hugsað núna að ég sé að gera eitthvað svona fyrir sjálfa mig og bara þetta léttir rosalega mikið það er ekki svona að ég einfalda þetta mikið þetta er bara rosalega léttir og ég er miklu jákvæðari fyrir framhaldinu og ég hef trú á því það sem ég er að gera muni vera gott
Hefurðu trúið því að þú kemist einhvern tíma á annan stað? Nei. Nei. Ég hef ekki, þú veist, ef einhver hefði sagt um mig fyrir kannski bara 4+ ára síðan að ég var í dag skuldlaus, ekki neinu rugli og bara, já, og það sem skiptir mig mest máli í dag er bara kærastan mín og dóttir mín, þú veist, ef einhver hefði sagt þetta við mig fyrir því að ég bara, þú veist, þú bara tala um einhver aðra manneski, sko. Þú veist, þetta er ekki leiðin sem ég er að fara. Nei. Og þú lýstir því með dagann þegar við sátum hérna og vorum að spjalla áður en við byrjum að taka upp. Þú horfir svolítið tilbaka á þig sem bara aðra manneskju á þessum tíma. Þú þekkir ekki að mann, eða þetta er ekki sami maður. Algjörlega. Þetta er, þú veist, ég get ekki sett mig í þessi spór, ég get ekki einu sinni bara svona almennilega sett mig í hugafæri sem ég var í. Nei. Með hvernig ég er í dag og já, þetta er rosalega skrítið en á sama tíma þá er ég eiginlega bara mest þakklátur fyrir það. Bara ég er þakklátur fyrir ekki geta sett mig í þetta hugafar og ekki geta hugsað lengur svona bara eins og ég gerði þá einhvern veginn. Og þetta undirstrikar bara hvað andlega hliðin skiptir miklu máli líka að þú þarft að þú getur ekki frestað henni endalaust. Nei. Og þótt þú kannski takir 1 gott ár og takir fjármála gegn þá samt alltaf hættu að þetta gerist aftur. Þannig í staðan fyrir kannski að lengja tímabili aðeins og vinna úr þessu og taka sjálfum þér alvarlega og kannski, ég veit ekki, samþykja vanmáttinn af vissu leyti. Það er alveg gífurlega mikilvægt að vinna í sjálfum sér til lengri tíma. Og það er líka, sko, við skulum ekki draga úr hlut þínum í þessu, Daniel. Það er ekkert, þú veist, það er ekkert hver sem held ég sem hefði stokkið þetta hlutverk. Nei, ég gerir mér alveg grein fyrir því, sko. En þetta var líka lærdómsríkt fyrir mig, þannig að ég græddi líka á þessu, ef það svo má segja. Já, græddi bróður, kannski. Já, algjörlega, og veitti líka mörgum í fjölskyldunni ákveðna hamingju að sjá Gísla á nýjum stað. Gísli á líka kærustun sem að þakka mikið og Já, algjörlega, þú veist, það eru já, ég raun og veru að því ég hef alltaf verið svona óþolumóður, ég er mjög þakklátur fyrir að fólk í kringum með þolum. Það er raun og veru kannski punktur. En hann að mér er svolítið erfitt kannski að vera að taka eitthvað mikið lof fyrir þetta, sko. Þannig að eins og hefur verið sagt um mig að kærastan minn er þolumóðasta manneskja í heimi. Að geta dílað við missindum, sko. Já, ég get alveg tekið undir það. Já. Og hvernig sjáu þið svo fyrir ykkur framtíð? Þú ert bara vinnandi maður með fjölskyldu í dag og mín markmið núna bara eru svo einföld að það er bara frábært. Ég vill bara passa upp á það að ég sjálfur og bara svona mín fjölskylda sem ég er að stofna, að við séum bara fjárhagslega góð til lengri tíma og bara ekki síst að dóttir mín fái bara fái betri headstart með þekkingu og bara svona, já, bara að maður getur verið stoltur af því í framtíðina að barnið mann sé ekki detti sem ég gildir maður sjálfur. Ég held að það sé bara svona einu markmiðin sem ég tek með mér áfram, sko. Dýrmæt leksía. Já. Ég get svo sem bara tekið undir það. Maður vonandi þurfum ekki að ganga gegnum þetta aftur, já, það bara krossleikjum fingrum. Ég hef enga áhyggjur af því. En eins og ég talaði mér fannst ég líka alveg græða á þessu og hver veit nema maður þurfum eitthvað tíman að kannski taka þetta sér aftur eða eitthvað svo leiðis. Ég get alveg hugsað mér að vera í einhvers konar hlutverki fyrir fólk sem er minni máttar. Og núna þegar maður útskrifast loksins. Já, þannig að þessi þekking og reynsla hún geti nýst þér bara til að hjálpa öðru fólki sem er á slóðum. Já, einmitt. Ég var alveg svona það blundar alveg aðeins í mér. En en ekkert meira það. Nei. En bara hver veit nema að einhvern tímanum munum maður þurfa að reyna þess að á þetta aftur. En hvernig fyrir eins og þú lýsir þér réttilega sem aðstandanda í þessum aðstæðum, hvað myndirðu
þú hefur líka upplifað margt og sé margt svona breytingu á sjálfum þér í þessu. Hvernig myndir þú ráðleggja einhverjum sem kannski stendur frammi fyrir sambærilegum aðstæðum og vill aðstoða og þá í þeirri stöðu að sko að sá sem að aðstoðin myndi beinast að sé tilbúin að þiggja hana. Það náttúrulega í raun og veru það eina sem að gengur er að viðkomandi sé tilbúin að þiggja aðstofana en það sem að mér fannst kannski mikilvægast, ég var að hugsa á mig og vorum að ræða þetta að mér fannst mjög mikilvægt svinn tíma að Gísli gæti alltaf tala við mig sko, sama hversu skýtt þetta væri orðið hvort sem það var þegar hann bjó í bílnum sínum eða hvað sem það var þá gæti hann alltaf, þú veist, sagt mér frá því heyrðu, þú veist, gerði þetta og þetta og þú veist, hversu alvarlegt sem það var og mér fannst oft mikilvægt að hann gæti leita til mín og ég geti aðeins róað hann róað heilan að þetta væri kannski, þú veist, ok þú veist, við skulum bara svona einfalda þetta aðeins því að Gísla á til að flækja kannski hlutina svolítið fyrir sér sko og ég get að límta mér að fólk geri það sko ef þú færið þetta yfirleitt frá okkur öðrum þessa ímynd annara en það var kannski svona fyrsta ráðið mitt að ekki kannski bara vera til staðar vera til staðar en að viðkomandi geti litin og þú verður ekki reiður þú veist, þurfti einhvern veginn að sjá til þess að sko ef ég reiður við hann þá myndi hann ekki tala um mig aftur ég vil frekar hann tala um mig og láta mig vita þessu og við getum þá unnið eitthvað aðeins með það þannig að ég myndi segja að það væri svona aðal ráðið mitt hvað þetta varðar annað er náttúrulega bara að þú ert ekki í að bondu stöðum heldur veist, og það er alltaf hægt að vinna sig úr þessu með einhverjum hætti og við sýndum það bara á svona, við Gísli sýndum það bara á sannaði að þetta er hægt og þú þarft náttúrulega að vera duglegur og tilbúin að fórna aðeins og það var alltaf mjög góð þáttur hjá ykkur Dave Ramsey skrefin bara svona dæmi, það er fullt af leiðum sem fólk getur farið en fyrir aðstandendur bara að reyna kannski að sjá hlið viðkomandi af því að ég var alltaf foreldrar mínir og annað, þau kannski sá ekki alveg hliðin og skildi ekki alveg þessa fíkn og annað þú veist, og skildi ekki að hvernig gæti ekki bara hætt þessu og ég reyndi alltaf að horfa á þetta frá öðru sjónarhorni að sko, þú veist ákveður ekki Gísla þessu, þú veist, ákveður gera þetta og ég var einhvern veginn að reyna þú veist að réttlæta þetta á svona ákveðin hátt vegna þess að maður þarf að gera maður þarf að reyna að skilja einstaklega, ákveður hann að það er enginn sem fer og tekur eiturlyf bara af því bara það er ekkert bara eitthvað svona ákveður bara á þriðjudagskvöldi að ég ætla að fara að gera þannig að það er einhver ástæða það er alltaf ástæða bara eitthvað sem við gerum þannig að þetta kannski kendi mér svolítið bara svona að reyna að skilja fólk betur og geri það svo sem breytti mér mikið hvað það varðar að ég reyni einhvern veginn sama hvað það er að horfa alltaf á sko hvað sjónarmið það er þarna bakvið sko horfa á manneskjuna einmitt Já, ég veist þetta er ég held að það sé líka mjög mikilvægt af því ég upplifði það mikið að fólk bara skilur einhvern veginn ekki þú veist, eins og þetta, þú veist, að hugsa bara á okkur hættir þessi ekki bara, þú veist, okkur ert ekki bara okkur fer ekki bara heim til núna og þetta er bara búið þú veist, það er bara af því að það er bara ekki valkostur akkurat þá, þú veist, þú ert í raun og veru bara að gangi gegnum eitthvað sama hvað það er og þú veist, það er enginn að fara að stoppa þig þú veist, þú ert einhvern veginn á svona self-destruct mode sko, eða allavega ég á vissum tímbilum og þú veist, og það er, þú veist, það er enginn sem getur hringt í þú og sagt bara, herðu, stoppa þessu bara fara bara heim til þín og þú veist út að láta fólki líði illa aðstandendum annað, þú veist þú ert að valda þeim áðurum og það er enginn að leika sér að því alls ekki sko þú veist, þetta er ekki sjálfselska í fólki eitthvað, nei, ég ætla bara að vera svona en líka bara til að bæta á það er að allan að mín upplifun akkurat með það, þú veist, þetta eru hlutir sem ég þurfti líka að vinna út úr seinna mér, af því að þú veist, í mómentinu þá kannski sérðu mjög algengt örugglega þú veist, fyrir fólk sem tengir við þetta, þú veist, að þú fattar ekkert í mómentinu hvernig þú ert að skaða hvort sem það er ekkert í kringu eða ekki, þú veist, þú sér það ekki þá, sko en þú sér það eftir þá og þá þarftu að díla við það er alveg drull erfitt, sko ekki dýmynda með það er drull erfitt að hugsa til þess tilbaka bara, vá, ok, ég setti bara, þú veist þessa aðlega, þessa stöðu, skilur þú veist, þetta er bara ömurlegt, þú veist, þetta er eitthvað sem þú þarft líka bara fyrirgefa sjálfur fyrir, sko
af því að það eiginlega erfiðast í þessu öllu að ekki svo rakka þig aftur niður seinna mér. Akkurat. Heldur að þú veist auðvitað að bæta fyrir þetta og þú ert bara að hugsa bara hvað þarf ég að gera, hvernig á ég að bæta þetta en þú veist þú ert ekki að þú veist hugsa þetta þá sem bara eitthvað svona game over bara, jæja, þessi manneski er illa ég get bara aldrei lagað það þannig að það er mjög mikilvægt Gísli er ekkert að leika sér að því þarna að valda mann einhverjum sársauka það er einhver ástæða bæk og fólki lítur að líða alveg rosalega illa ef það er tilbúið að ef það fer út í þetta vitandi hvað gerist það er einhver mjög mikil vanlíðan og maður þarf einhvern veginn pína að virða það En eins og þú segir sko, að það er alltaf leið tilbaka það er ekkert endanlegt og hvort sem það snýða þá að það er mitt hvernig maður kemur fram við aðra hvað maður gerir og líka í fjármálunum eins svart og þetta virðist að þá er leið tilbaka Algjörlega og ef ég hugsa í stóru myndinu núna þú veist þá var þetta miklu þú veist jafnvel það hafa verið drullu erfitt á köflum þú veist ef ég hugsa tilbaka núna þá einhvern veginn mér fannst þetta alltaf þurfa að vera miklu erfiðara ef það make a sense þannig að þú veist í dag þá hugsa ég þú veist þetta er búið, rosalega ánæður rosalega peppaður, geggjað en þú veist í mómentinu þá var þetta bara hræðilegt ég var ekki eftir að þú veist ég hugsaði kannski þegar ég er komin yfir 30 þegar ég verið kannski komin annar stað sem ég er í dag og ég er ekki einu sem 25 þannig að þú veist og svo kannski líka þú veist fyrir utan það að maður hafa kannski þurft að taka þennan tíma til þess að fixa okkar hluti og maður er búin með það þú veist að þetta er alveg hægt þetta er ógeðslega erfitt í byrjun en leið og ert komin í þú veist leið og ert búin að skipta vítahring þú veist þessi vítahringur sem er skaðlegur þú bara breytir eitthvað annað fyrir mig þá bara þurfti ég að skipta og fara bara í ok, ég ætla að fara ræktina 2 á dag ég ætla að borða 3 á dag ég ætla að, þú veist, ég bjó bara til svona minn eigin vítahring þess sem ég þurfti bara að fylgja og svo eftir smá tíma ef þú ert nú bara svona nógu drifin til þess að fylgja þessu þá er þetta bara þinn nýja vítahring sem er hollur og sem er að gera þér gott langtíma litið og ég þú veist, ég ger þetta ennþá í dag þú veist, þá bý ég mig til mína eigin nýja hringa, þetta er bara það sem ég ætla að gera og þetta er bara svona disciplín einhvern veginn þetta er líka pínu eins og þegar þú ferð í megrun að sko, þú ert ekki bara þú byrjar ekki bara og þetta gengur bara þangað til þetta er búið sko, það er, þú veist, þú misstígur þig og þú veist, þú er einhvern veginn alltaf tilbúin að sætta þig við að þetta verður ekkert fullkomið en þú veist, þú heldur bara áfram þú harkar bara í gegnum þetta þannig að þótt þú misstígur þig eitthvað þá er það ekkert bara eitthvað heimsendir sko þannig að Gísli þetta var ekkert síðustu ára við ekkert verið bara eitthvað Gísli bara að borða hrískona baunir skilur bara heima skilur ég meina þetta eru mánuðinni misjafnir þannig að ég myndi segja að það var kannski líka svona, eins og bara þetta er eins og megrun ég meina svo bara hakka maður í sig KFC eitt kvöldi og maður er bara tilbúin að maður hættir ekkert við það maður er bara aftur næstu dag akkurat en það er einmitt svo gott dæmi að því að þú veist þegar maður er í þessum slæma vítahring þá eru það að misstíga sig þegar þetta er slæma vítahring hefur miklu alvarlegri og verri eftirmál heldur en að fá sér KFC eða þetta megrun þannig að þetta er líka spurning um það þú veist, að setja þetta í það samhengi þú veist þegar þú ert búin að koma þér yfir í betri vítahring þá er auðveldar þú mátt leyfa að misstíga því að eftirmálin er ekki það alvarleg sko og mér finnst það vera mjög mikilvægt því að þú veist fyrir mig í byrjun bara þessi litlu skref það var bara gerður rosalega mikið sko byrjunin er erfiðust það er engin spurning og koma sér upp eins og þú lýsir bara nýrri hegðun og í rauninni skipta umhverfi fara úr bara svona eins og að umhverfi er 1, 2 og 3 myndi ég segja sérstaklega í byrjun ef þú ert komin á þennan stað þá þarftu þú veist allan að ég persónulega þú veist að loka mig alveg af og bara takmarka mitt umhverfið þvílíkt ég þurfti því alltaf og ég þurfti virkilega bara að þú veist sem betur fyrir átti ég mjög þú veist skilningsríka vina á þessum tíma skilningsríkt fólk sem bara svona gaf mér þetta space líka þú veist
þannig að þú veist, það er leiðilegt að vera gæinn sem að fær símtal á föstudagskvöldi eitthvað sem er að bara, nei, ég get ekki gert ég get ekki fara út, nei, þú veist jafnvel það er langur til að gera það og jafnvel þá þú ert kannski alveg laus og allt svoleiðis, en þú veist, þú einhvern veginn bara svona, nei, þetta hérna skiptir meira máli, ég þarf að fylgja þessu prógrami og já, bara þú veist, ég er rosalega ánægður með að ég hef náð þessu af því að þú veist, það er ekkert víst líka bara í dag af því ég er nú með meðfæddan hjartagalla og sem kom svo í ljós að eftir efnanotkun og svona, það bættist ekki, það er ekki hjálpað, nei, sem gerði það verkum að ég fór í opna hjartaaðgerð núna í ágúst í fyrra og þú veist, það hefur alltaf verið það hefur alltaf verið vitað að ég væri með hana galla frá fæðingu, en þetta hefur alltaf bara gengið svo vel. Ég hef aldrei þurft að fara í fá mér lífræna lóku eða skiptum. Ég var sérst með ofþrönga ósæðalóku við fæðingu og svo náttúrulega eftir x mörg ár í neyslu og svona, þú veist, þá náttúrulega ertu ekkert að bæta það, þannig að ég þurfti bara á þess að halda í fyrra og og þetta einhvern veginn púslaðist allt saman því að þú veist, hefði ég kannski eins og við vorum að tala um áðan, þú veist, var þetta rétti tímasetningu, þú veist, hefði ég beðið ár lengur eða 2 ár lengur, þá þú veist, gæti vel verið að bara hjarta mig þegar ég tók það, skilju. Þannig að það er líka rosalega, þú veist, ég er rosalega þakklátur fyrir það í dag, að þetta hafi verið, að allt hafi svona púslað saman í þessari tímasetningu, því að ég held að, þú veist, maður hafi haft gott af því, sko. Það er eitt sem ég langar að nefna líka varðandi að vera aðstandandi í svona einstaklinga. Ég held þetta heiti aðstandendur, það eru fundir fyrir aðstandendur í svona ímissa hópa sem ég oft hugleiti að fara sko í en það er engir fundir fyrir aðstandendur sko skuldara ef svo má segja og ég get svona pínu ég svona þróa með mér pínu svona samviskubit því að mér hefur gengið kannski betur en Gísla í ekki bæði félagslega men líka fjárhagslega og mér er oft fundist leiðilegt að þú veist þegar ég er að kaupa íbúð eða eitthvað ég fengi samviskubit að þú veist ég væri ógeðslega til í bara herru ég skal skipta við þú veist bara það mátt fá að upplifa þetta og ég get alveg ímyndað mér að margir sko tengi eitthvað við þetta maður myndar svona hálfgeiði samvinskupið gagnvart aðstandandana að manni langi ekki að ganga vel út af því að maður veit að einhver annar aðili er ekki á þeim stað. Þetta hljómar svona eins og einhver útgáfa af svona survivor skilt Já, það má alveg segja það sko án þess að ég hafi nokkrar forsendur til að fara að greina það og ekki heldur, svo við sittum þann fyrir ára á þetta en ég get alveg ímyndað mér að séu margir sem að tengi við það sko að þetta getur líka alveg verið erfitt sko að upplifa svona Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að ég held að líka bara þú veist, þessi þolinmæði sem að mér var sýnt frá mínum aðstandendum, þú veist, þetta gerði svo mikið sko. og maður kannski fara til útlanda eitthvað svona vitandi það að Gísli þú veist, ætti ekki efnaði og svona og það nagaði alveg manni fannst það mjög erfitt sko á sínu tíma og það var oft sem maður hugsaði sér tvisvar að fara jafnvel, bara svona út af því þannig að en er í raun og óeðlegt ég veit að Gísli myndi aldrei sko hugsa þannig sjálfur skilja, hann myndi aldrei vera eitthvað bara akkur þú að fara, þú veist, akkur þetta ekki með mér hérna niður í skurðinu sko. Allt í hausnum á þér Já, í raun og veru sko Já, veist, maður myndi aldrei allavega frá mínu sjónarhorni sko, það er aldrei hugsa svona sko en þetta er einmitt eitthvað sem að kannski að því að þú veist, ég er ekki með það sjónarhorn hvað aðstandendur gangi í gegn Já, einmitt. Og það er einmitt örugglega ástæðan eins og að segja það, þú veist, það eru til aðstórhópar og nafnlaus samtök sem að þú veist, sjá að vera með þannig prógram sko og þú veist, þetta eru örugglega einhverjir hlutir sem að þú veist, þú þarft að díla við, skilur með það og bara flott að sé líka bara athygli á því líka sko Já opna umræðana aðstandendur
Skuldara. Já, ég er kannski meira að hugsa já, náttúrulega, maður er meira að hugsa líka með fíkn og svona. Já. En það er kannski svona element af þessu sem svona, þú veist, gleymist. Já, gleymist, eins og við töluðum sko, þú veist, þú ert að vinna í þér, þú ert að komast yfir hérna, það sem svona rót vandans og allt þetta, en skuldirnar er alltaf að djöflast þarna með hann, sko. Já. Það sem mér finnst eins og, þú veist, ef að nú er þetta alltaf bara mitt ómenntaða álit og kannski svona skoðun en mér finnst stundum svona eins og það ætti að vera litli hlutir eins og þú veist, ef þú ert að fara í meðferð eitthvað svoleiðis, að þá kannski stoppa vextinir á meðan þannig að þú farir eitthvað svona smá svigrúm skilur við eða eitthvað, þú veist, nú er ég ekki veit ekkert hvernig það ætti byggist upp sko, en ég skil hvað átt við, þetta er svona það taka mið svona af kannski aðstæði fólks já, af því að það er ekkert, þú veist, það er alveg eins og varst að segja það, þú veist, það er erfitt þóttu sért bara algjör bara straight edge gaur og með allt á reynu að vera í innheimtuskuldum. Þú veist, það er erfitt. Og hérna og það kannski bara bætir ásvöldið þegar þú ert að díla við fíkni eða andlegu vandamál og við erum alltaf líka. Já. En það er ótrúlegt að bara gaman að heyra þessa sögu og hérna heiður að fá ykkur í heimsókn til að tala hérna þetta heiðurinn er allir okkar já, bara gaman að ræða þessi mál og fá kannski smá athygli líka á bara, þú veist, að það er hægt að komast úr þessu já, það er svona það er leiðast yfir því þessu, það er leið út já, akkurat og vonandi náum við bara þótt að væri ekki nema bara einhver einn einstaklingur sem að líður svipað og Gísli eða er í einhverjum svipuðum sporum jafnvel í söpum sporum og þú já, eða það algjörlega að bara þótt að vera ekki einhver eitt sko, þá held ég okkar markmið sé svona náð sko bara taka þessi skrif fara ágjöf einfalda þetta bara og bara semja bara ekki vera hræddur fólk er með meiri kraft á baku sig sko. ekki stinga haustum í sandin heldur takast á vandamáli akkurat því vandamáli stingur ekki haustum í sandin akkurat Herði, takk kærlega fyrir komuna þetta er búið að vera bara ótrúlega dásanlegt eftirmiðdegi hérna með ykkur og ef þér kæra hlustanda þátti þetta áhugaverið þáttur og hafðir ánægju og jafnvel gagna af þá máttu endilega benda vinnu þínum og fjölskyldu og hlusta á leitina að penningunum og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina að penningunum Takk fyrir að hlusta